Austur í Rússlandi ríkir upplausnarástand sem endar í borgarastyrjöld og byltingu. Lenín, einn helsti hugmyndafræðingur byltingarmanna, verður jafnframt leiðtogi landsins þegar bolsévikar taka þar öll völd. Í apríl árið 1911 farast 1513 manns þegar stærsta skip heimsins, Titanic, rekst á ísjaka í jómfrúrför sinni við Nýfundaland og sekkur. Upp á Íslandi býr stærsti hluti þjóðarinnar í sveit. Bændur eru að mestu hættir fráfærum, þeim gamla sið að mjólka ær í kvíum, menn eru farnir að nota gaddavír í stað grjótgarða og rjómabúin blómstra víðum land. En straumurinn liggur til Reykjavíkur, á Malbikið. Fyrsta gatan sem er makadamiseruð eins og það er kallað er Austurstræti sumarið 1912. Og rafmagnsöld er gengin í garð. Á Seyðisfirði og í Hafnarfirði hafa menn tekið í notkun fullkomna vatnsvirkjun og rafstöðvar og víðar er farið að nota rafurmagn svo sem á Eskifirði og í Vík í Mýrdal. Það er líka verið að grafa fyrir vatnslögnum og meira segja gasi. Og ekki bara það, steinsteypan hefur hafið innreið sína í samfélagið. Eftir mikla bruna í Reykjavík og á Akureyri og reyndar víðar er bannað að reisa hús úr timbri. Nú skal stift. Á öðrum áratugnum deila íslenskir stjórnmálamenn hvernig þjóðin eigi að snúa sér í sambandsmálum, sambandinu við Dani. Harðar deilur verðum breytingar á stjórnarskráni sem samþykktar eru árið 1915. Stóru breytingarnar á sambandi þjóðanna tveggja verða þó ekki fyrir í stríðslok þegar Danir fallast loksins á fullveldi Íslands. En sjálfstæðisbaráttan litar afstöðu fólks til Dana. Sigurveig Guðmundsdóttir er að slíta barnskonur suður í Hafnarfirði þegar hér er komið sögu. Það var mikið talað illa Dani og þyrfti að losna við þá. Og þó var fólk að snoppa fyrir þeim og sletta dönsku í gríð og erg eins og fólk gerir núna með ensku. Þó ekki meira. Mér finnst dönskunni vera meira slett heldur en enskunni. Ríkisafskipti fara ört vaxandi ekki síst vegna styrjaldarinnar. Stærstu stjórnmálaflokkarnir eru sem fyrr heimastjórnarflokkur og sjálfstæðisflokkur, en árið 1916 bætast 2 nýjir flokkar við þegar Framsóknarflokkur og Alþýðuflokkur eru stofnaðir. Stjórnmál á Íslandi einkennast nú meira af hagsmunabaráttu stéttanna en áður hefur verið. Það er komið nýtt hljóð í strokkin. Árið 1911 fá íslenskar konur lögum samkvæmt jafnan rétt til náms og embætta og karlar og 4 árum síðar eru stigin fyrstu skrefin í þá átt að konur fái fullan kosningarétt í alþingiskosningum. En það er enn langt í land að störf kvenna verði metin til jafns við störf karlanna. Árslaun hjá vinnukonum eru nú 115 krónur á meðan vinnumenn fá 225 krónur á ári. Sigurbjörg Benediktsdóttir er 14 ára heimasæta norður á Svalbarðsströnd þegar nýju kosningalögin taka gildi. Ég man eftir því að fólki var alveg hreint svoleiðis glansandi gaman. Það var svo mikið fegið að loksins væri þetta orðið svona. Að það er kosningarétt, loksins. Það var eins og það beðið eftir þessu afskaplega lengi. Það var svo óskaplega fegið. Loksins fengur kosningarétt. Norskir hvalfangarar veiða hvali við Íslandsstrendur með góðu samþykki landsmanna og hafa gert síðastliðna áratugi. Reyndar hefur þegar hér er komið sögum hvalveiðin verið hætt fyrir vestan, þar sem búið er að ganga mjög á stofnana, en enn eru reknar 5 hvalstöðar á Austfjörðum og á tímabili var þar einn stærsta hvalveiðistöð í heimi, Asknesstöðin í Mjóafirði. Upp undir 200 Íslendingar hafa atvinnu á hvalveiðum. Þessi mynd er tekin árið 1911 af norskum hvalföngurum á hvalaslóð á Íslandsmiðum
Hér skotið á langreiði með sprengiskutli sem norsk uppfinning og veldur byltingu í hvalveiðum. Dýrið hverfur í djúpið en þegar baráttunni lokið blása hvalfangararnir lofti í hvalinn til að halda honum á floti og þannig hann dreginn í land. Hagnaður Norðmanna gríðarlegur en það líka verið að ganga á hvalastofnana. Innan 4 ára verða þessar veiðar stöðvaðar með öllu. Fatatískan á Íslandi tekur miklum breytingum á öðrum áratug aldarinnar. Danskir kjólar móðins og ungar konur fylgjast eftir megni með tískunni í Kongsins København. Þessi mynd tekin þar ytra árið 1912. Du med? Ja, bestemt, men der noget du ganske har glemt, når vi nu tager fat. Ja, hvad så, min skat? Hvor du så med kys til kyss. Nej. Tak, sagen interesserer mig så ikke et pak. Så kom du her, prøv igen, ikke bare kysse, men titte til hinanden. Titte til hinanden, og et lille kys måske. Det alle hjerters det. Veturinn 1910 til 1911 óvenju snjóþungur ekki síst norðanlands, svo elstu menn mun ekki annað eins. Fyrir sunnan búið að stofna háskóla, en fyrstum sinn fer kennslan fram í Alþingishúsinu við Austurvöll í Reykjavík. Og nú verða að koma upp íshúsum víðum land og ísinn aðalega tekin af tjörnum og vötnum, þar með geta sjómenn átt beitu árið kring. Fyrsta járnbraut sem Íslendingar eignast og jafnframt sú eina ekki ætluð fólki heldur grjóti. Hún heitir Mínör og flytur grágrýti úr Öskjuhlíð og Skólavörðuholti í Reykjavík niður á Höfn, en á útmánuðum árið 1913 ráðist í mestu stórframkvæmd hér á landi til þessa, hafskipahöfn innan við Örfirisey. Á annað 100 manns vinnur við hafnargerðina. Mánuð eftir að hafist handa skollið á verkfall eða skrúfa eins og kallað og stendur í heila 2 mánuði. Fyrsta verkfall á Íslandi. Menn ósáttir við kaup og kjör. 2 mánuði seinna samið og dagsbrúnamenn fara með sigur af hólmi. Jón Þorláksson, landverkfræðingur, kannar lagningu á járnbraut frá Reykjavík austur á Rangárvelli með hliðarálmu til Eyrarbakka. Af því tilefni kveður Guðmundur Guðmundsson skólaskáld: þá verður flóin allur akurlendi og ægi síða voldug höfuðborg, hver kotungsson með demants hring á hendi, í höll þar býr við aldinn garð og torg. Stokkhólmur, 1912. 8 íslenskir íþróttamenn keppa á Ólympíuleikunum á Östermalms íþróttsplats. Íslendingar keppa í hlaupi og rómverskri glímu og kynna íslenska glímu, en fá ekki að keppa undir merki Íslands eins og menn höfðu vonað. Ekki ber á öðru en náungarnir 2 til vinstri á myndinni sé að skopast að þjóðarstolti Íslendinga sjálfri glímunni. Reykjavík 1913. Sigurjón Pétursson handtekinn af dönskum varskipsmönnum á Íslandsfalk, en hann hafði róið höfnina með hvítbláa fánan sem svo margir vilja verði þjóðfáni vor. Sigurjón hefur verið kærður, en bæjarbúar taka samdægurs til við að flagga hvítbláa fánanum í stað þess danska. Annar í jólum árið 1914, Galdraloftur frumsýndur. Hið nýja leikrit Jóhanns Sigurjónssonar Galdraloft hefur verið frumsýnt í Iðnaðarmannahúsinu í Reykjavík. Jens B. Voge leikur Loft, en Stefanía Guðmundsdóttir Steinunni. Jóhann ritar jöfnum höndum á dönsku og íslensku. 16. apríl árið 1915,
Gullfoss, fyrsta skip hins nýja skipafélags, Eimskipafélags Íslands, er komið til landsins. Skipstjóri er Sigurður Pétursson frá Hrólfskála og áhöfn hins nýja og fríða skips er öll íslensk. Ráðherra Íslands, Sigurður Eggerts, segir við komu skipsins: siglingadraumar íslensku þjóðarinnar er að rætast. Þjóðin hefur ekki aðeins lagt fé í fyrirtæki, hún hefur gert það sem meira er, hún hefur lagt vonir sínar í það. Aldrei fyrr hefur íslenskur almenningur sýnt nokkru máli jafnmikinn áhuga og velvilja og stofnun félagsins, en auk hlutafjársöfnunar all land hafa Vestur-Íslendingar sent rausnalegar fjárhæðir til þessa óskapars þjóðarinnar. Indriði Indriðason frá Fjalli í Aðaldal. Já, það breytti þessu náttúrulega að við værum ekki komnir alveg upp á útlendskip. Útlendskip og það sem útlend var, það var eitur í okkar beinum. Það voru allir fullir af sjálfstæðis, löngun og tilfinningu, ungir og gamlir. Héðan af í sumar ætla ég mér að halda uppi bifreiðaferðum fyrir almenning alla vegi hér sunnanlands sem færir eru. Þannig auglýsir Sveinn Oddsson í Vísi 8. júlí árið 1913. Íslendingar hafa eignast bíla og bílamenn með smurolíu undir nöglunum. Sveinn og félagi hans, Jón Sigmundsson, eru Vestur-Íslendingar og hafa fyrir sumar flutt hingað léttan en kraftmikinn T-Ford bíl af nýjustu gerð. Og hvað á svo að kalla þessi furðu tól? Ýmsar uppástungur koma fram. Í umfjöllun Alþingis eru bílarnir kallaðir sjálfrenningar og í blöðunum koma fram uppástungur eins og þeysivagnar, skellireið og rennireið. Hafnfirðingar eignast snemma bíla en tveir þeirra fyrstu er í eign Búklesbræðrana skosku sem þar reka útgerð. Bílarnir fá fljótlega íslensk nöfn, Tuddin og Beljan. Sigurveig Guðmundsdóttir mann vel eftir Tuddanum þegar hann ekur fram hjá heimili hennar. Myndin er trúlega sú fyrsta sem tekin er úr bifreið á Íslandi. Man var sagt að þetta væri bíl. Ég held nú Ágúst Flugring hafi átt þetta. Eða fengi að lána það hjá enskum útgerðarmanni sem þarna var og hét Búkles. Ég held að hann hafi haft einhvern skrjóð. Þetta var bara skemmtibíl. Og svo fóru smátt og smátt bílarnir að koma og þá breytti skötumyndin. Annars var ekkert að vera á götunum nema þessir hestvagnar og bíl eins og bara einstaka sinnum. Þetta fór ekkert að vera fyrir alvöru fyrir 1919 og 20. Á öðrum áratug aldarinnar eru keyptir rúmlega 20 nýir togarar til landsins og þar með verða þáttaskil í útgerð og fiskvinnslu. Að vísu eru þessi stóru og glæsilegu skip aðalega gerð út frá Reykjavík og Hafnarfirði, en Vestfirðingar eignast líka togara, svo og Akureyringar. Togararnir bera björg í bú. Það er ekki óalgengt að þeir borgi sig upp á 3 árum. Þjóðarauðurinn vex hröðum skrefum. Íslendingar eignast auðmenn, þar sem útgerðarmennirnir eru annars vegar. Stærsta togarafélag landsins er Kveldúlfur í eigu Thors Jensens og fjölskyldu hans sem gerur út 7 togara, en Thor stendur jafnframt að stofnun 2 annara stóra útgerðarfélaga, Allians og P.J. Thorsteinsson. Ágúst árið 1914, heimsstyrjöld er skollin á. Öll Norðurálfa má heita í einu ófriðarbáli, 5 stórveldana eru komin í hár saman. Svona hljóða símskeytin sem berast til landsins hausti 1914. Alþingi skipa nefnd til að gera ráðstafanir vegna ófriðarins. Bretar senda sérstakann konsúl til landsins, Eric Grant Cable, til að gæta hagsmuna Breta á Íslandi og hafa vakandi auga með verslun og viðskiptum við útlönd.
bresk yfirvöld semja við Íslendinga viðskipti í stríðinu án milligöngu Dana. Komið á landverslun til að tryggja birgðir matvæla og eldsneytis. Skömmtun tekin upp. Fólk hamstrar. Það skollin á dýrtíð á Íslandi og í framhald af henni kreppa. Verðbólgan mælist tæp 54% árið 1917. En þó að allt hækki í verði fylgir stríðinu mikill uppgangur á sumum sviðum. Fiskframleiðendur græða á tá og fingri, sumir tala meira sig blessað stríðið. Árið 1917 selja Íslendingar bandamönnum stærsta hluta togaraflotans í stríðsreksturinn, en þá hafði mörgum þeirra verið lagt vegna kolaskorts. Alls eru 10 togarar seldur úr landi og það á háu verði. Eftir að Þjóðverjar hefja kafbátahernað á norðlægum slóðum fá Íslendingar fyrir alvöru að kenna á ófriðnum. Fjórum íslenskum skipum sökkt og fjöldi manna ferst. Á vígvöllum Evrópu berjast á annað 1000 vestur-Íslendinga fyrir bandaríska og kanadíska herinn og tæplega 400 þeirra eru fæddir á Íslandi. Margir þessar ungu manna falla og flestir í orustum. Í bréfi sem einn þeirra, Gunnar Ríkharðsson skrifar 4. nóvember árið 1916 segir: Fá eina línur til að láta þið vita að mér líður bærilega, lifandi og ósærður. Ég hef verið í skotgröfunum í 2 daga. Á leiðin inn fórum við stað sem fullur af dauðum mönnum, hestum og brotnum vögnum. Það úir og grúir af öllu sem til hernaðar heyrir, en flest það auðvitað skemmt. Ég sá 3 þýska hermenn dauða lágu við veginn og enskur hermaður á honum miðjum. Þar voru í hóp 6 hestar, rifnir og tættir, allir af sömu sprengikúlunni. Gunnar, sem frá Hrafnseyri við Arnarfjörð, fellur hálfu öðru ári síðar í orustunni við San Emil. Árið 1915 gengur í garð með algjöru vínbanni á Íslandi. Fréttin vekur strax töluverða athygli erlendis, en Ísland eitt fyrsta landið í heiminum til að koma á slíku banni. Síðasta kvöldið víða drukkið óvenju stíft, en bindindismenn sækja messur nóttina og fagna vínbanninu. Í kjölfar bannlagana dregur eðlilega úr drykkju landsmanna og jafnframt fækkar afbrotum. Það hleypur líka mikið líf í kaffihúsamenninguna. Í Reykjavík talað kaffihúsaöld, en 2 ef ekki 3 kaffihús eru opnuð með skömmu millibili árið 1915. En eftir því sem árin líða eykst heimabruggun, landasuða og smygl. Brjóstbirtan leynist víða. Iðnaðarmenn fá að flytja inn spritt, svo læknar sem eiga að skrifa lyfseðla fyrir áfengi til lækninga. Ári eftir að vínbannið gengur í gildi kærir lögreglan á Ísafirði 2 lækna þar vestra fyrir að ávísa á vínanda án þess að sýnt væri að lasleika væri að ræða. Óskar Halldórsson, útgerðarmaður og síldarspekulant, eins konar tákn fyrir íslenska síldarævintýrið sem nú hafið. Árið 1917 Íslands Bessi, eins og Halldór Laxness kallar Óskar í bók sinni Guðsgjafarþulu, kominn norður með 2 hendur tómar til að taka þátt í ævintýrinu. Og síldin kemur og síldin fer. Menn verða ríkir 1 árið og fallítt það næsta. Sagan segir að Íslands Bessi hafi 4 sinnum orðið gjaldþrota en borgað samt alla sína skuldir og vel það með silfri hafsins, síldinni. Norðmenn hafa komið upp aðstöðu hér á landi til söltunar og bræðslu og síldin mokað upp sumarlangt og nú í herpinætur borð í togara. Það saltað víða land og allt undir síldinni komið. Þið komir án på síla, segja norðmenn og það verður eins konar orðatiltæki. Árið 1916 salta Íslendingar í fyrsta sinn meira en norðmenn hér á landi eða rúmar 200.000 tunnur. Árið 1918. Strax í janúar hafísinn landsins forni fjandi komin upp á ströndum fyrir vestan, norðan og austan.
4. mesta hafísár aldarinnar er gengið í garð. Á Ísafirði mælist frostið 28 stig, á Akureyri rúm 33 stig og á Grímsstöðum á Fjöllum er 36 stiga frost. Ólafur Jónsson sem kenndur er við Oddhól býr í Reykjavík þennan kalda vetur. Þá man ég eftir því að þá kom ég í hús á Bergstaðastræti 23 og þá bjóð þar fólk og veggirnir voru allir saman í húsinu, það stendur ennþá þetta hús, allt saman, ekkert annað en bara hér, allt félag, sko allir veggir frosnir. Ég man eftir að sængin var yfirlega frosin við veggin í herberginu við vaknaði á morgnana. Og svo man ég að við krakkarnir vorum niður í fjöru, við þóttum alltaf að sjá för eftir einhver dýr og allir voru hræddir við ísbirni. Hvítabirnir sem rekið hafa hingað með hafísnum ganga á land og eru felldir á Sléttu, Skagaströnd, í Fljótum, á Langanesi og í Mjóafirði. Fugl fellur í hrönnum vegna kuldans. Alltaf frostið ekki verið 30 gráður, fast að því minnst og eldi var lesið áberandi. Kólinn þurrin, tónum mór og kól mest og og ég man eftir því að svo var farið upp í Helgasveitina, Sauraskó, svo kallar það, og til þess að fá hrís til eldi veðar og það var náttúrulega aðgengilegt blautt en eitthvað svona. Og ég man eftir því, hugsaðu ykkur það var nú svona stór sláturstuna til hjá heimili mínu, mömmu og pappa, og hún flutt inn í stofuna til þess að færi ekki allt í botn. Haustið gís Katla með þeim afleiðingum að bæir leggjast í eyði og fénaður drefst. Ægilegt jökulhlaup verður á Mýrdalssandi. Í október þetta örlagaríka ár berst spánska veikin hingað til lands. Óvenjuskæð inflúensa, farsótt sem leggur að velli hátt á 1500 manns hér á landi, aðalega fólk á besta aldri. Til að koma í veg fyrir smit eru ráðnir varðmenn til að loka vegum og banna þeir að ferðast milli ákveðinna landshluta. Ástandið verst í Reykjavík en sóttin leggst þungt á byggðarlög eins og Ísafjörð, Súandafjörð, Akranes, Keflavík, Vestmannaeyjar og Landsveit í Rangárvallasýslu og reyndar víðar. Skipið hjúkrunarnefnd í Reykjavík og sérstöku eftirliti komið á. Það voru menn látnir ganga í hús, sko því það var sumstaðar heilu fjölskyldurnar sem lágu á Selbjarga og þar á meðal var komið til okkar og ég heyri það inn að hann kallar upp í dyrunum. Já, þetta nú svo fallegasta sjón sem ég hef séð lengi. Það var mamma að þvo í þvottabala í eldhúsinni. Já, hann sagðist verið búin að, ég man nú ekki hvað mörg hús en þetta væri alveg voðalega aðkoma. Það hrundi niður fólki og ekkert aðeins gert, það var ekkert hægt að gera. Thor Jensen lætur einn kveldústogarann fara á veiðar og dreifir aflanum 40 tonnum meðal þeirra sem lítið ekkert hafa borða. Thor kemur einnig á fót almenningseldhúsi þar sem boður upp á ókeypis mat. Og ég man eftir hvað við fengum, hafragraut og brauð og þykka kæfusneið og hverju brauði. Og þetta þótti mann matur þá. Þessa sömu dimmu daga í nóvember árið 1918 heimsstyrjöldinni að ljúka. Stríðið sem binda átti enda á allar styrjaldir. Spánska veikin, Kötlugos, dýrtíð og harðindi skyggja á gleði fólks yfir stríðslokunum og einnig á hátíðarhöldin 1. desember, daginn sem nýju sambandslögin taka gildi og Ísland öðlast fullveldi. Klukkan 12 á hádegi safnast samt sem áður fjöldi fólks saman við stjórnarráðshúsið í Reykjavík þegar íslenski ríkisfáninn dreginn að húni í fyrsta sinn. Íslendingar, sem nú eru tæplega 92.000 talsins, eru fullvalda þjóð. Langþráð frelsi loksins fengið.
Fyrir hreina tilviljun hefur varðveist kvikmynd af fyrstu flugvélinni á Íslandi en hún tók sig á loft í fyrsta sinn 3. september árið 1919 og sést hér í nýflugumynd yfir Alþingishúsinu en sá sem myndaði var að beina sjónum sínum að allt öðru. Vélin er bresk af afrógerð og flugmaðurinn er Cecil Faber kapteinn. Flugvöllurinn er í Vatnsmýrinni í Reykjavík og liggur fyrir framan fjósið sem Eggert Briem lét reisa við Laufásveg. Vélin flýgur með einn farþega í einu og sá fyrsti sem hlýtur uppstigningu eins og það er kallað er Ólafur Davíðsson útgerðamaður í Hafnarfirði. En svo gerist það á öðru ári flugsins á Íslandi að 10 ára gömul telpa býður bana og bróðurinnar meiðist mikið þegar þú verða fyrir vélinni. Elka Björnsdóttir verkakoni í Reykjavík segir svo frá í dagbókum sínum 3. september árið 1919. Áðan sá ég út glugga minn það sem aldrei hefur sést á Íslandi fyrr og fyrir 20 til 25 árum og enda seinna kom fáum til hugar að nokkuð tíma myndi ske hjá mannkyninu og síst hérna, það voru menn á flugi í loftinu. Nóvember 1913, Eyjólfur Jónsson í Dúkskoti í Reykjavík myrtur með eitri. Systir hans hefur viðurkennt að hafa byrlað bróður sínum rottueitur í skýri til að komast yfir fjármunans. Mynd af Eyjólfi og herbyrgi hans sem Morgunblaðið birtir eru fyrstu innlendu fréttamyndirnar í íslenskum blöðum og tímaritum. Hollandi 1915. Jón Stefán Sveinsson, betur þekktur á Íslandi sem Nonni, hefur á 2 síðustu árum skrifað barnabækur á þýsku sem hafa aflað honum frægðar víða heim. Nonni sem er fræðimaður og jesúíti er frá Möðruvöllum í Hörgárdal. 25. apríl 1915. 2 menn farast þegar Hótel Reykjavík brennur ásamt 11 öðrum húsum í miðbæ Reykjavíkur. Hér að ræða einn mesta eldsvoða á Íslandi til þessa. Miðbær höfuðstaðarins er rústir einar. Eignatjón er metið á aðra 1.000.000 króna. Morgunblaðið 31. ágúst 1919. Fyrsta almenna listasýningin hér á landi. Á vegum Listvinafélagsins verður í dag í barnaskólanum í Reykjavík sýning á listaverkum eftir marga íslenska listmálara. Það er undravert að hægt skula sýna svo fagran og fjölbreyttan ávöxt eftir ekki lengri tíma en liðin er síðan fyrstu listamennirnir ruddu brautina. Þeir sem sýna eru meðal annara Jóhannes Kjarval, Ásgrímur Jónsson, Júlíana Sveinsdóttir, Þórarinn B. Þorláksson, Kristín Jónsdóttir og Einar og Ríkharður Jónsinnir. Ljóðabókin Svartar fjæðrir eftir Davíð Stefánsson er komin út og hefur þegar vakið feikilega eftirtekt og miklar vinsældir. Þegar Davíð kom það var aldrei gerst annað eins ævintýri á Íslandi eins og þegar Davíð kom. Því að bara á einu ári er hann orðinn á hversmanns vörum. Það var allir lesið ljóðinans, það kunna allir fleiri og færri kvæði eftir Davíð og hann er bara allstaðar. Þessi kvikmynd vekur gríðarlega athygli á Íslandi en þetta er saga borgarættarinnar eftir samnefndri sögu Gunnars Gunnarssonar sem nú er orðinn vinsæll höfundur í Danmörku. Myndin er tekin á Íslandi sumarið 1919. Einn aðalleikarinn er íslenski listmálarinn og auðmannssonurinn Muggur, Guðmundur Thorsteinsson frá Bíldudal. Þegar hér er komið sögu verður uppgjör í kirkjunni að Hofi, þar sem síra Ketill ber föður sinn og bróður þungum sökum.
næsta þætti, sem fjallar meðal annars hinn glaða 3. áratug aldarinnar, ætlunin að fylgjast með hernaðarástand í Reykjavík út af rússneskum dreng sem vísaður úr landi vegna augnsjúkdóms. Það þegar kjólarnir taka styttast og konur klippa sér stutt og dansa Charleston, já og útvarpið heyrist inn til dala og út á mið. Revíurnar eftirsóttu og hræðilegar afleiðingar berklana. Og þegar heill grænlenskur söfnuður kemur siglandi til Ísafjarðar einn góðan veðurdag. Alþingishátíðin á Þingvöllum, kreppuna og það þegar stóra bomban sprakk. Eftir að geðveikralæknir lætur í ljós það álit að dómsmálaráðherra Íslands sé ekki normal. I am coming back to Swanee. Mammy, Mammy, I love the old folks at home. Swanee, how I love you, my dear old Swanee. I'd give the world to be among the folks here at T.I.X. I even know my Mammy, waiting for me, praying for me, down by the Swanee. The folks up north will see me no more when I go to that Swanee shore.